Ég heiti Sigrún Eldjárn og ég skrifa bækur og teikna myndir í sögurnar. Og þetta er nýja bókin mín, Gullfossinn. Hún er þriðja bókin í þríleiknum sem byrjaði með silfurlyklinum. Og næst kom kopareggið og þetta er framhald, þannig að ég þarf aðeins kannski að rifja upp eitthvað úr silfurlyklinum. Þetta eru framtíðasögur og þegar hér er komið í framtíðinni, í þessari framtíð, þá er heimurinn orðinn þannig að öll tæknin sem við erum vön núna, tölvurnar og símarnir og allt sem að gengur fyrir rafmagni, það bara virkar ekki lengur. Og enginn eiginlega skilur til hvers þessir hlutir eru. En krakkarnir hérna, Sóldís og Sumarliði, þau hitta hana Karítas og Karítas býr yfir leyndamáli og það eru bækur. Bækur nefnilega ganga ekki fyrir rafmagni og þær virka alveg þó það sé ekki rafmagn. Og í koparegginu, framhaldinu, þar byrjum við á öðrum stað í framtíðinni, miklu nær okkur samt. Þar eru Bjartur og Lísa og það er eitthvað skrítið að fara að gerast í heiminum, það er alltaf verða eitthvað ónýtt. Þannig að þau ákveða að safna saman hlutum og fela það á góðum stað og vonast til þess að einhverjir í framtíðinu muni finna þá og geta notað þá kannski. Og þau skrifa niður í rauða bók hvar hlutina er að finna og vísbendingar hvernig á að finna það. Og það er það sem að Sumarliði og Sóldís og Karítas og Máni sem að bætist þarna við er að fást í þessari bók. En þá er komið að Gullfossinum og hún tengist alveg bara beint við kopareggið. Og ég ætla að lesa hérna bara snemma úr bókinni og fyrsti kaflinn sem ég les heitir einmitt kopareggið. Jæja, nú held ég að allt sé komið, segir Sumarliði leið og hann tekur síðasta hlutin út úr koparegginu. Ótrúlegt að það skulle hafa komist svona mikið fyrir inn í því. Karítas kíkir inn gatið á egginu sem þau höfðu lagt svo mikið á sig til að finna. Þetta er alveg rétt hjá honum, kopareggið er galtómt. Úff, maður. Þetta var sko algjörlega klikkaðu leiðangur sem við fórum í, segir Karítas og röddin bergmálar draugalega inn í egginu. Sumarliði er sammála því. Það fer hann hrollur þegar hann rifjar upp kirkjugarðin í Holtakverfinu og grafhýsi sem við þurftum að fara inn í. Það var ógeðslega draugalegt. En þarna átti kopareggið að vera falið þótt á endanum kæmi ljós að það leyndist á allt öðrum stað. Sumarliði og Sóldís, Karítas og Máni virða nú fyrir sér allt það sem vinirnir Bjartur og Lísa földu fyrir löngu inn í þessu grænleita eggi. Þá skrifaði Bjartur skilaboð í rauða minnisbók. Það voru skilaboð til þeirra sem myndu einhvern tímann í framtíðinni finna eggið og gætu hugsanlega að nota það sem leyndist inn í því. En bíddu nú við, segir Sóldís og klórar sér í höfðinu. Ég skil ekki, eru þið þá að meina að við séum í framtíðinni af því að það vorum við sem fundum eggið? Hún er mjög ringluð og finnst þetta vægast sagt skrítin tilhugsun. Já, hlýtur það ekki að vera, svarar Sumarliði og er satt að segja orðin talsvert ruglaður sjálfur. Nei, þetta er nú einhver vitleysa. Því við erum sko hérna núna en ekki í framtíðinni, maldar Sóldís í móinn. Allavega ég. En þú hlýtur að skilja að þegar krakkarnir földu hlutina fyrir löngu síðan, þá var okkar tími framtíðin, þó að hann sé nútími núna, útskýrir Karítas. Já, og ef Bjartur og Lísa eru enn á lífi, þá eru þau auðvitað ekki krakkar lengur. Þau hljóta að vera en eldgömul, bætir Sumarliði við. Samt er langlíklegast að þau séu dáin úr elli. Þetta er í meira lagi flókið. Þau þagna og velta þessu fyrir sér stund. Sennilega fá þau aldrei að vita hið rétta. Svo er það rauða bókin. Sumarliði opnar rauðu minnisbókina sem Bjartur og Lísa höfðu skrifað í. Við skulum renna yfir listan og athuga hvort þetta passar ekki. Fylgist mjög vel með, segir hann og lesa úr bókinni. Númer 1, snjallsími. Hann bendir á lítinn, flatan og fjólubláan hlut. Þetta hlýtur að vera hann. Hann er dálítið öðruvísi en minn sími en ég er hræddur hann sé alveg jafn gagnslaus. En sjáðu, það er miði á honum, segir Karítas og tekur síman upp. Og eitthvað skrifað á hann. Þetta eru tölustafir.
Það stendur 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, sem sagt 4 sinnum 45. Hvað skildi það nú þýða? Ekkert þeirra hefur hugmynd það, svo sumarliði heldur áfram. Næst á listan með númer 2, nokkur hleðslutæki. Ég veit sko ekki baun til hvers þau hafa verið notuð. Kannski til að hlaða eitthvað með orku, til dæmis síman og öll hin tækin sem þurfa rafmagn, stingur Karítas upp á. Ekki svo galin uppástunga, hugsar sumarliði. Númer 3 iPad. Hvað skildi það nú vera? iPad, en fyndið orð. Sóldís skelli hlær, eins og lítil padda sem segir æ. Máni hlæri líka. Hún þykir svo gaman að fá að vera með Sóldísi að hann gerir helst alveg allt eins og hún. Hoppar þegar hún hoppar og hlær þegar hún hlær. Númer 4 fartölva. Það örugglega þetta þarna sem hægt að opna og með öllum stafatökkunum. Við höfum nú séð svona áður, segir sumarliði. Manst ekki Sóldís þegar við byggðum okkur svo fína skjólveggi úr hellingi af ónýtum tölvum? Sóldís kinkar kolli, hún var vel eftir því. Það var rétt áður en þau hittu sauðmeinlausa sölumanninn fyrst. Númer 5, ýmiss konar ljósaperur. Heldur sumarliði áfram. Vonandi getum við einhvern tíma nota þær sem ekki hafa brotnað. Helst þyrftu við að fá þær til að lýsa, en kannski þetta að nota þær eitthvað annað. Við skulum allavega að fara rosalega varlega með þær, því þær eru viðkvæmar. Númer 6 svo batteri. Batteri, til hvers ætli þau séu? Hann klórar sér í hausnum. Ég held ég viti það, svarar Karítas, sem veit meira en þau hin, að því að hún hafur átt heima á bókasafninu nánast alla sína ævi og lesi svo mikið. Batteri eða rafhlöður eru eiginlega svona litlar orkustöðvar. Þau eru sett inn í hluti og tengd einhvern veginn við þá, svo þeir komist í gang. Hún rennir augunum yfir alla hlutina. Ætli það sé ekki bara þetta þarna? Kannski það, en jæja, höldum þá áfram. Það komið að númer 7, fullt af rafmagnsnúrum, les sumarliði og leið lyftir Máni snúruflækju hátt á loft svo allir sjáu. Reynda greið úr flækjunni, Máni. Hugsanlega getum við notað þær seinna, segir sumarliði. Þá það númer 8, ýmislegt sem ekki gengur fyrir rafmagni. Það í fyrsta lagi A, sódastrímtæki. Til hvers getur það nú eiginlega verið? Ætli það sé þetta? Hann horfir spyrjandi á hina krakkana, en þau hrista bara hausinn. Þau hafa ekki hugmynd hvað sódastrím og get ekki ímyndað sér hvað orðið þýðir. Kannski finna þau út úr því seinna. Sumarliði lítur aftur á listan í gömlu minnisbókinni. Jæja, áfram með smjörið, nú fer þetta að verða búið. Númer 8b ljós með sólarrafhlöðum. Það örugglega þetta gula, segir Sóldís og tekur upp fallegan grip sem lítur út eins og blóm. Eða kannski lítil sól sem hangir í bandi. Öðrum megin á henni ferkantaður gluggi með dökkri filmu og hinum megin lítil pera undir gleri. Það líka takki sem að Sóldís ýti nú á. Leið hún gerir það, kviknar ljós. Það fyrir undrunar og hrifningar alda hópinn. Vá, þetta virkar, hrópar Sóldís glöð. Loksins fundum við tæki sem virkar. Já, en hvernig? Hvað gerðist? Spyr sumarliði og horfir furðu lostin á litla ljósi. Karítas tekur við gripnum og rannsakar hann í krók og kring. Sjáðu, ég held að þessi dökki fyrirningur hérna aftan á geti verið sólarrafhlaða. Nú sólin búin að skína á hann í dálítinn tíma og hefur þá hlaðið hann í leiðinni. Þannig hefur safnast orka sem að duga til að kveikja á perunni. Þetta alveg frábær græja. Safnar orku á daginn þegar það bjart og getur svo lýst okkur í myrkrinu á kvöldin. Pabbi ykkar hlýtur að hafa áhuga á þessu. Hann sem alltaf að pæla í orkumálum. Karítas lekkur litla ljósi, það ekkert viti að hafa kveikt á þessu núna á meðan sólin skín og vissar að spara sólarrafhlöðuna þangað til að það er orðið dimmt. Hún leggur litlu sólina frá sér og gætir þess að snúa dökka fyrirhyrningnum upp til hann haldi áfram að safna orku frá stóru sólinni sem brosir sínu blíðasta upp á himninum. Þá bara eitt atrið eftir á listanum, segir sumarliði og lítur aftur í rauðu bókina. Númer 8c gamla ritvélina langafa. Þarna hún. Fyrir utan allt það sem að sumarliði las upp eru þarna nokkrir hlutir í viðbót sem miserfitt að skilja.
Sumarliði og Karítas, Sóldís og Máni virða þetta allt saman fyrir sér og hugsa Bjart og Lísu. Þau sem hefðu safnað þessu saman í þeirri von og trú að seinna meir myndu einhverjir finna hlutina þeirra og kannski geta notað þá. Svo vorum það akkurat við sem að fundu það. Nú á eftir að koma í ljós hvort við getum haft eitthvað gagn af þeim. Sóldís og Máni skoða allt sem kom úr koparegginu í krók og kring. Þau eru sérlega hrifin af gulu sólinu og finnst hún bæði falleg og sniðug. En þeim finnst gamla ritvélin hans Langafa ekki síður forvitnileg. Ritvél, enn fyndið og skemmtilegt orð, segir Sóldís og verður enn glaðari þegar hún sér að á henni er fullt af tökkum með stöfum, svipað og á tölvunum. Munurinn er samt sá að ef maður styður á takka á tölvu þá gerist bókstaflega ekki neitt. En aftur á móti, þegar ýtt er á takkana á þessari ritvél er allt annað upp á teningnum. Sjáðu Máni hvað þetta er frábært, segir Sóldís. Lítu bara á hvað gerist þegar maður ýtir á, til dæmis ef ég ýti núna á minnstaf, svona, sjáðu. Hún þrýstir vísifingri á S-ið og þau sjá lítinn arm spretta upp og slá á svartan mjóan borða. Þetta er svo fyndið að þau reka upp skelli hlátur. Nú mátt þú, skríkir Sóldís og Máni ýtir fast á takkan með M-inu. Þau hoppa af kátínu þegar annar lítill armur rís upp og lemur eins og hamar á svarta borðan. Svo skemmta þau sér hrikalega vel við að ýta á alla hina takkana. Að endingu eru armarnir allir komnir í eina kös. Farið varlega með þetta, krakkar, hrópar Karítas. Hún kemur askvaðandi, losar litlu arman í sundur og kemur þeim aftur á sinn stað. Svo rennir hún fingrinum eftir svarta borðanum og finnur að hann er skraufþurr. Ég hef lesið svona gripi, segir hún og horfir aðdánaraugum á ritvélina. Þessi ritvél er sko eldgömul og það þarf ekkert rafmagn til að skrifa með henni. Þess vegna ættum við alveg að geta notað hana núna, þar að segja, við gætum það ef það væri sverta í þessum borða og ef við hefðum pappírsblað til að setja í hana. En án þess að hafa þetta tvennt er ég hrædd að ekki sé hægt að skrifa neitt, bætir hún við. Komdu Máni, við skulum reyna að finna það sem vantar til að hægt sé að nota ritvélina, segir Sóldís. Kannski hafa Bjartur og Lísa látið það í kopareggi líka. Það er ýmislegt þar sem ekki er skrifað í rauðu bókina. Þegar þau hafa rannsakað dótið dálitla stund, kemur Máni auga á ferhyrndan pakka sem að reynist innihalda bunka af alvöru pappírsblöðum. Hugsa sér, hvílíkur fjársjóður. Stuttu seinna rekst Sóldís á litla málmdós sem ástendur letur borði fyrir ritvélar. Bjartur og Lísa voru sko engi bjánar, þau hafa hugsað fyrir öllu. Karítas, kallar Sóldís, sýndu okkur nú hvernig á að gera. Eftir nokkurt basl tekst Karítas að losa spólu með gamla skraufþurra leturborðanum úr ritvélinni og koma þeim nýja fyrir í staðinn. Dósin sem hann var í hafði verið svo kyrfilega lokuð að svertan er enn í lagi. Hún hefur ekki þotnað upp þrátt fyrir allan þennan tíma. Þessu næst tekur hún varlega eitt blað úr pappírsbunkanum og sýnir þeim hvernig á að setja það í ritvélina. Það þarf að koma því fyrir á milli tveggja sívalninga og snúa þeim síðan þar til blaðið er komið á réttan stað. Ég ætla að gera smá tilraun fyrst og svo getið þið skrifað, segir Karítas og ýtir með vísifingrunum til skiptis á hina ýmsu takka. Litlu armarnir rísa upp hver á fætur öðrum og hamra á leturborðan. Og viti menn, það trykkjast stafir á blaðið. Og allt í einu stendur nafnið hennar þarna svart á hvítu, Karítas. Þegar maður er svo komin alveg út á enda á línunu heyrist pling og þá á maður að taka þetta handfang, sjáðu svona. Og þá er þetta að halda áfram að skrifa í næstu línu. Þetta er geggjað, hrópar Sóldís glöð, næstum eins og galdrar. Karítas tekur blaðið úr, brýtur það vandlega saman og setur í pilsvasan. Það má alls ekki fara til spillis. Sóldís rúllar 9 blaði milli valsana í ritvélinni. Svo setjast þau Máni niður hlið við hlið. Þau hugsa sér vel en byrja svo að skrifa. Kæru Bjartur og Lísa. Þetta eru skilaboð frá framtíðinni. Við, Sóldís og Máni, Karítas og Sumarliði erum krakkarnir sem fundum kopareggið og allt dótið sem var inn í því. Branda líka, en hún telst ekki alveg með af því að hún er kisa. Við vitum ekki hvernig á að nota alla þessa hluti, en pabbi er að reyna að búa til rafmagn og kannski texta á endanum.
Við leitum líka að upplýsingum í bókunum sem eru hér í kjallaranum. Eru þið orðin rosa gömul? Látið okkur vita fljótt hvort þið eru lifandi eða dauð. Bestu kveðjur frá Mána og Sóldísi.